Í tilefni af 20 ára afmæli umhverfisráðuneytisins þá fannst mér við hæfi að stofna til verðlauna, sérstakra náttúruverndarverðlauna. Og það náttúrulega vita það allir náttúruverndarsinnar að þar mikil brautryðjandi Sigríður Tómasdóttir í Brattholti sem barðist fyrir friðun Gullfoss á sínum tíma. Og mér þótti við hæfi að lyfta hennar nafni í tilefni af þessum nýju verðlaunum og þessari nýju viðurkenningu. Þannig að það var ástæðan. Og Sigrún Helgadóttir fékk fyrstu verðlaunir. Hvers vegna komst það þeirri niðurstöðu? Það voru margar tilnefningar og margar góðar, en Sigrún Helgadóttir náttúrulega hefur unnið gríðarlega merkilegt starf í raun og veru grasrót náttúruverndarmála. Það er að segja að hún hefur unnið að fræðslu, upplýsingum og námsefnisgerð fyrir börn og fyrir unglinga og fyrir raun og veru fólk á öllum aldri. Þannig að hennar starf hefur skilað fræjum út allt samfélagið og sem munu spíra áfram inn í framtíðina í þágu náttúruverndar. Þannig að mér fannst hún afar vel að þessari viðurkenningu komin. Það hefur árabil verið mikil áhersla á umhverfismál í Odda. Við til dæmis unnum umhverfisverðlaun Reykjavíkurborgar 1997 og þetta felst kannski aðallega í að hugsa hvaða efni við erum að nota, lágmarka áhrif þeirra á umhverfið og að þau séu rétt meðhöndluð og þessi eitt á réttan máta, að þau fari ekki í niðurfall eða valdi skaði umhverfinu. Þannig að mikil áhersla á sorpflokkun og við viljum skipta við ábyrga birgja, kaupa pappír og hráefni af birgjum sem eru að hugsa umhverfismál. Þannig að það er svona kannski það helsta, fylgjast með orkunotkuninni, þannig að hún verði ekki úr hófi og lágmarka alla sóun. Þannig að, já, svo í fyrra var ákveðið að fá svansvottun á framleiðsluna. Það gekk vonum framar og við fengum vottun á alla framleiðsluna í desember. Og það er kannski svona, það sem kallaði á að fá vottun var að fá viðurkenningu á því starfi sem hefur verið unnið í fyrirtækinu árabil. Og svo núna fáum við kuðinginn sem enn eina viðurkenninguna sem er okkur mjög mikils virði. Út af hvað gekk þetta verkefni hjá okkur? Það gekk út að skoða hvað væri flutt mikið grjóti niður á Seljalandsheiði til að búa til landeyjahöfnina og gá hvað bílarnir menga mikið á því að keyra upp og niður og flytja þetta. Og þetta módel hérna, hvað sýnir það okkur? Þetta sýnir hvað grjótið er mikið með við turnin í Kópavogi. Smáraturnin. Sýnir allt magnið sem að vera að flytja.